markahæstur aftur og til hamingju með sigurinn og annarsæti í riðlinum, en þið eru náttúrulega svolítið svekktir eftir tapið í gær. Já, takk. Við erum ekki alveg nógu nær þós, en þú veist, klárum þetta ágætlega og það er reyndar karakter í svona leiki og þú veist, það er ekkert eitthvað mikið undir og ekki mikla sénsa, en það var bara ágætis frammistaða í dag. Var svolítið erfitt að rífa sig upp eftir tapið í gær og fara í þennan leik? Já, en samt aftur á móti ekki maður pældi í því að þú veist, við erum ekkert alltaf hérna heima að spila landsleikana og bara flott og gaman að spila sko. Gaman að spila hérna í þessari stemmingu er það ekki? Þið fengið fínan stuðning alla helgina? Já, bara flott sko, fullt hús og það er bara gaman að því. Ánægður með það. Maður sér það að þið þessi strákar, það eru mörg efni þarna í þessum hóp. Eigið eftir að fara margir heldur í A-landslið? Já, ég vona það. Það verður, en þú veist, það er langt í þar reyndar. Það er vegur, en það er alltaf hægt. Og bara vonandi sem flesti verða þarna í framtíðin í A-landsliðinu. Þetta er flottur hópur og maður hefði viljað sjá ykkur fara alla leið á HM, en það kemur dagur eftir þennan dagur ekki? Jú, bara þú veist, lærum að þessu og náttúrulega svekkjandi að fara ekki. Þannig að, þú veist, bara vera betri og bara leggja harðar að okkur. Gangið vel. Já, takk fyrir það. Já, þetta var nú markahæsti maður íslenska liðsins, Ómar Magnússon, með 9 mörk í þessum leik og næstur honum kom Adam Bamrúk með 6 mörk, skoraði þarna 2 síðustu mörkin fyrir íslenska liðið. Nú hinum megin var það Karl Rúsna sem var markahæstur með 9 mörk og Andris Tjelmins skoraði 8. En 3 marka sigur, 31-28 fyrir Ísland.